Gríptu! Velkomin í þennan þátt af teppalagarnum. Núna fyrir að tala við unga pilta sem hafa sína eigin skoðanir á elskulegan teppi. Já, Benedikt minn, hvaða skoðanir hefur þú á teppi? Ég skal bara elska teppi, sko. Hvað elskarðu, köflótt eða röndótt teppi? Ég bara elska teppi. Jæja, Hjalti, elskulegi Hjalti minn, hvað ert þú að strjúka þarna? Húfa. Já, elskar þú köflótt eða röndótt teppi? Hvít. Já. Jæja, strákar. Núna förum við til Gunnars, leikjastjóranum okkar. Spila leikinn, hvað er teppið? Því miður en það komu nokkur tæknileg mistök. Núna förum við yfir á auglýsingahlé. Heldur að þetta þvottefni sé gott? Nei, við hendum þessu bara. En ég ætla núna að sýna ykkur nýja Biotex. Það er mjög gott, sjáðu bara. Já, ég mælu með þessu. Biotex, alltaf betri. Hér kemur tipp frá Gunna. Nei, ég er með pappír. Með svona pappír. Þá getur maður að fara í múmileik. Eins og þið sjáðu, það er búin að vefja fótinn minn inn í svona rúlu. Ég nú ætla að sýna ykkur hvernig maður gera það með að rúlla á honum yfir pínalöfuna. Það er, maður byrjar að taka svona smá. Passar að rífa þetta ekki. Byrjar svo að verja. Núna byrjar alvöru vefið. Þessi kafli í sögu eldhúsvölunar er frekar kjarnyrtur en samt mjög yfirgripsmikill. Hann hefur átt mikinn þátt í framleiðslu múmía í aldaraðir. Svo bara ef maður kannski búið með þetta, þá getur maður að gefa þetta krökkum sínum til að hafa sem svona, setja hendinn gegn ef við erum anorexíu, svo þau getur leikið sér að vera eins og svona einhverjir sveitakallar eða eitthvað svona geimkallar eða eitthvað. Velkomin aftur í teppalagarnum, en því miður tíminn búinn. Þannig að sjáumst í næsta þætti. Bye bye!